Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 94 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem snertir okkur öll, held ég. Allavega þau okkar sem eru að reyna að gera eitthvað nýtt og að reyna að verða betri. Þetta rosa einfalt viðfangsefni, en á sama tíma þetta mjög flókið. Allavega hægt að gera þetta nokkuð flókið fyrir sjálfum sér. En þetta einfaldlega það að halda áfram. Þú hefur kannski tekið þér það upp að ætla að læra eitthvað nýtt, að verða einhvern veginn öðruvísi, að líta öðruvísi út af því þú vilt vera öðruvísi. Og til þess að verða svona öðruvísi eða til að kunna þennan hlut, þá þarftu að gera einhvers konar vinnu í langan tíma. Fyrir þá sem vilja líta öðruvísi út, þá fara þeir að stunda einhvers konar líkamsrækt og fara í einhvers konar aðhald þar sem loka niðurstaðan verður að þessu einfalda markmiði sem þau höfðu sett fyrir sig að líta öðruvísi út mun á endanum nást. Fyrir þau ykkar sem ætla að læra ákveðin hlut, eins og að læra ákveðið fag, að læra tungumál, að læra á eitthvað hljóðfæri. Þið skiljið það og vitið að það þarf að stunda lærdóm og æfingar í nokkuð langan tíma þar til markinu náð. Ég hef gert þetta mjög oft, að vilja gera eitthvað nýtt og geta eitthvað nýtt og svo ekki tekist endilega að ná upphaflega markmiðinu. Það getur stafað af tvennu, held ég. Það getur verið að maður að stunda aðferðina sem maður hefur valið sér og eytt þessum tíma til þess að verða betri í þessu og nálgast markmiðið. En svo þegar að maður nálgast markmiðið, þá kemst maður að því að markmiðið miklu hærra eða lengra í burtu. Þú veist, já, ég kannski búinn að ná því sem að mér fannst vera nóg, en mér finnst það ekki lengur nóg. Því núna eftir að ég fór að kynna mér þennan hlut betur, þetta sem ég ætlaði að gera, þá sé ég að það hægt að ná miklu lengra heldur en ég stemdi á fyrst. Þannig markmiðið sem ég hafði var réttlaust. Það var í rauninni of lágt. Ég þarf að halda áfram. Ég gerði ekki nóg. Ég ekki nóg. Eins og þið heyrið þá getur þetta dregið mann á mjög neikvæðan stað og neikvæða upplifun sem nokkuð mikið andstætt tilgangi þess að eiga sér markmið. Því maður á að eiga sér markmið sem að maður mögulega og helst nær og nær þá að njóta þess að maður hafi náð þeim. Svo finnst mér hitt vera það að maður á sér markmið og maður kemst að því hver aðferðin og maður fer að stunda hana af hörku, en
eftir einhvern tíma, kannski 1 viku eða 2 vikur, þá sér maður að þessi aðferð og kannski það sem hún krefst af manni meira heldur en maður bjóst við eða kannski ekki það sem maður vildi gera. Kannski vissirðu ekki hvað þú þurftir að fórna miklu til þess að geta stundað þessa ástundun sem þú þarft greinilega að gera til þess að ná þessu markmiði. Og þá líklega hættiru og gefst upp á markmiðinu. Þú gast ekki nóg. Þú ert ekki nóg. Og aftur komumst við á þennan neikvæða stað. Og þetta ekkert rosa sniðugt. Það ekki mjög hollt fyrir mann að komast á þennan stað og hvað þá oft. En í þessu tvennu og við þessu tvennu kannski ákveðin lausn sem væri mjög einfaldlega að halda áfram. Að sjálfsögðu það lausnin en það ekki beint mjög fullnægjandi svar. Þannig ef við reynum að kryfja, to dissect þetta betur, þá getum við séð að þessi orð að halda áfram hægt að líta á frá mismunandi sjónarhornum, from different viewpoints or angles. Fyrir fyrsta dæmið, þar sem markmiðið virtist alltaf vera að fjarlægjast þig, þá myndi ég segja að það sé ekki lausnin að hundsa það að nú veistu að það hægt að gera miklu meir. Það ekkert að fara að breytast. Það til markmið sem að langsóttari heldur en það sem þú hafðir settir. Þar þyrftir þú að vanda þig við að skilgreina ennþá betur hvað var markmiðið sem þú ætlaðir í alvörunni að ná. Segjum til dæmis að þú hafir ætlað þér að læra á hljóðfæri. Segjum að þið hafi langað að læra á píanó. Og markmiðið þitt var að mig langar að kunna á píanó. Mjög fínt, mjög opið, ekki mjög skýrt, en mjög drifmikið. Þig langar að vera einstaklingur sem kann á píanó. Hvort sem það sé merki fyrir aðra út á við. Ég dæmi ekki fólk fyrir að eiga þannig markmið. Eða hvort það fyrir þig að þú eignist bara nýjan hlut sem þú getur notið. Ef þú eltir það markmið að ætla að kunna á píanó, þá þarftu einhvern veginn að vita hvenær þú kannt á það og hvenær ekki. Þú getur hæglega sagt að þú kunnir á píanó þegar þú kannt hvað allar nóturnar heita á því. Það bara 12 svör og ef þú kannt að segja tölustafina 1 upp í 12, þá getur alveg eins lært hvað það margir tónar á píanó lyklaborði. Og þá það orðið skref. Húrra, þú náðir markmiðinu þínu. En það líklega ekki það sem þú áttir við. Þig langaði kannski að geta spilað eitthvað ákveðið verk, eitthvað ákveðið lag. Þá það kannski markmiðið. Þú þarft að læra hvernig þú spilar réttar nótur í réttri röð, hvernig þú spilar réttar nótur á sama tíma og aðrar réttar nótur, að þú munir röðina á nótunum og svo að þú getir spilað það. Og þá, húrra! Þú kannt verkið, þú kannt á píanó og þá kannski markmiðið komið. Ég þekki fullt af fólki og þá fyrir utan það að ég tónlistarmaður í raunheiminum sem hefur lært svona
á píanó, sem á þetta eina lag sem lætur þá líta út fyrir að þeir kunni á píanó. Þannig að ef það er píanó einhvers staðar, þá geta þeir sett niður við píanóið og gert þetta eina verk, spilað þetta eina lag. Og staðfest fyrir sjálfum sér að já, ég kann á píanó, ég náði markmiðinu mínu. Sem er rosa fínt. En hvað ef þig langar svo að fara lengra? Hvað ef þig langar að kunna meir? Þá verður það einfaldlega næsta markmið. Að þú skilgreinir hvað það er og vinnir svo í því að komast að því. Þannig í stuttu máli, þá heldur þú áfram að taka næsta skref. Ekki bara að flæða áfram, heldur að þú takir mælanlegt og finnanlegt. Það er að segja að þú finnir fyrir því að það sé skref. Þegar þú tekur skref með líkamannum þínum og setur fótinn fyrir framan hinn fótinn og stígur á jörðina, þá finnur þú fyrir því að þú ert búin að taka eitt skref. Hitt málið, að þú komist að því að það sem þarf að gera er eitthvað sem passar þér ekki og þess vegna nærðu ekki markmiðinu þínu. Þar væri kannski ráðlegt að þú spyrðir þig, var þessi aðferð sem ég fann eina rétta leiðin? Því líklega er hún það ekki. Ef þig langar að komast í betra líkamlegt form, þá þarftu að vita hvað formið er eða hvað það þýðir fyrir þér að vera í góðu formi. Þýðir það að þú eigir að geta hlaupið þetta langt á þetta löngum tíma? Þá er líklega hlaup að fara að vera rétta aðferðin fyrir þig að ná því með að við aðra sem vilja stækka og myndi þá stunda einhvers konar líkamsrækt til þess. En ef þér finnst hlaup ógeðslega leiðinlegt og það að hlaupa leiðinlegt, þá varstu náttúrulega í fyrsta lagi kannski með vitlaust markmið til að byrja með og þarft að endurskilgreina fyrir þér hvað þetta orð form þýðir fyrir þér. En líka þá að þú getur skipt aðferð. Það eru til fullt af mismunandi leiðum til þess að vinna upp líkamlegt þol og það eru til fullt af leiðum til þess að ná einhverju líkamlegu markmiði, einhverju útlitslegu markmiði. Fólk lítur oft til Arnold Schwarzenegger sem einhvers konar upphafspunkt og viðmiðspunkt fyrir þá sem að eru stórir og vöðvamiklir og gleyma því að horfa á fólk eins og Michael Phelps eða Usain Bolt eða aðra topp íþróttamenn sem að líta út eins og topp íþróttamenn en hafa ekkert endilega verið að stunda líkamsrækt eins og Arnold Schwarzenegger. Þannig kannski þarftu bara að fara aðra leið að því. Hluti af því að hlusta á efni eins og þetta sem ég bý til er að þú fáir að heyra eitthvað kunnulegt aftur og núna ætla ég að misnota þá staðreynd til þess að koma með dæmi sem ég hef sagt allt of oft, en það var síðast í gær sem ég þurfti að svara fyrir það af hverju ég tala ensku eins og ég geri. Og þá þurfti ég að segja að ég hef ekki verið að læra hana neinstaðar eða búið í enskumælandi landi eða neitt þannig. Ég hafði hreinlega verið að horfa á amerískt myndefni í mjög miklu magni þegar ég var mjög ungur og jafnvel of ungur. Það myndi ég telja vera nokkuð óhefðbundna leið til þess að ná einhvers konar markmiði, til dæmis þá í þessu tilfelli að læra nýtt tungumál. En það virkaði.
ég náði þessu markmiði sem flestir myndu hugsa að maður þurfi að gera með því að læra úr bókum eða hlusta á ákveðið efni og fylgja ákveðinni leið. Nei, það þarf ekkert að vera rétta leiðin. Við erum ekki öll eins. Það eru endalaust margar leiðir upp á hátind fjalls. There are infinitely many routes to the peak of a mountain. Flestir fara svipaða leið sem þá tróðna slóðin. Þar sem þú sérð að aðrir hafa náð upp á topp með því að fylgja þessari leið. Og það þess vegna sem að þessar tungumála bækur eru til, af því þessi aðferð hefur virkað fyrir flesta áður. En ef þú ert ekki eins og flestir, segjum til dæmis að þú værir ekki endilega manneskja gangandi á 2 fótum, heldur værir þú fjallageit, þá myndir þú kannski frekar velja að fara bröttustu leiðina. Hún langstyst í metrum talið, en hún ótrúlega erfið fyrir fólk sem hefur bara 2 fætur og kannski 2 hendur. En hún virkar fyrir þessa lífveru, fyrir þessa veru. Það væri svona eins og til dæmis fólk sem að heldur TED Talk fyrirlestra að hafa lært kínversku á 3 mánuðum því þeir ákváðu að flytja til Kína og ákveða að þeir kunna enga ensku lengur og þurfa bara að læra hana eða deyja. Mjög öfgafull leið, mjög brött leið, en fyrir þessa manngerð, fyrir þessa myndlíkingarlegu fjallageit, þá var þetta leiðin sem virkaði og var best fyrir hann. Þannig já, ef þú átt erfitt með að ná markinu sem þú hefur sett þér, þá þarftu bara að, eins og ég búinn að tala hérna á mismunandi máta, að halda áfram. Ég hvet þig allavega til þess. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.